Þá komum við næsta mjög á dagskrá, kostnaður við færslu lagna vegna skipulags framkvæmda, ekki valkostnaðar vegna stjórnarfólks og gerðar. Bæjarfulltrúi Hreppsnefndar tekur til máls í kostnaður við færslu lagna vegna skipulags framkvæmda. Hér að ræða reglur lagnir í landi Akureyrarkaupstaðar. Það hefur verið í vinnslu í nokkurt skeið og svona brýnt á að ljúka því og skýra hver ber kostnað og svo framvegis og hvernig reglur skuli gilda lagnir og færslu þeirra. Og ég ætla svo sem ekki að lesa upp alla reglurnar en ætla að bera þetta niður í 1. grein og 7. grein, en markmið reglnanna svo að Akureyrarbær skipuleggi landnotkun með það í huga að lágmarka færslu lagna og veitufyrirtækin skipuleggi sömuleiðis lagnaleiðir sem liggja í bæjarlandinu með það sama í huga. Til þess að ná þessu markmið skal skipulagssvið hafa samráð við veitufyrirtæki þegar í upphafi skipulagsvinnu. Markmið með reglum þessum einnig að skýra hver ber kostnað við það að færa þarf eða endurnýja lögn sem í bæjarlandinu. Reglurnar taka til lagna í einkaeign sem og lagna í eigu og opinberra aðila. Svo hérna skilgreining og framkvæmdarlegu og svo framvegis sem svona praktísk atriði, en hérna síðustu grein eða 7. grein reglnanna undantekning vegna færslu lagna. Með leyfi forseta, óski Akureyrarbær af skipulagsástæðum eða vegna annarra breyttra aðstæðna eftir því að lögn í eigu veitufyrirtækja sem sérstakur samningur hefur verið gerður milli lagnafyrirtækis og Akureyrarbæjar eða framkvæmdarleyfi veitt fyrir lögn og lögn yngri en 7 ára skal Akureyrarbær greiða kostnað við færslu lagnarinnar. Ef gera þarf breytingu á legu stofnlagna að beiðni Akureyrarbæjar sem sýndar í aðalskipulagi skal semja sérstaklega kostnað vegna færslu þeirra. Ávallt skal leita hagkvæmustu lausna bæði hvað varðar kostnað og tæknilega útfærslu. Eignar- og leigulóðir sé til samningur eða kvöð á lóð staðsetningu lagnar og lóðarhafi óskar eftir breytingu á lögn eða kvöð ber lóðarhafa að greiða kostnað við flutning lagnarinnar samkvæmt samkomulagi við lagnafyrirtæki. Takk fyrir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að taka upp málið sem ég tók við bæjarráði, en ég ætla að varpa hérna inn spurningu sem ég var spurður að í gær og ég átti ekki svar við og það það hvernig snýr þetta öðrum fyrirtækjum sem eiga lagnir í landi Akureyrarbæjar. Nú þetta fyrst og fremst samningur og reglu sem verið að gera milli Norðurorku og Akureyrarbæjar. En við vitum það að það eru fyrirtæki líka önnur fyrirtæki með lagnir í landi Akureyrarbæjar. Stendur þá til að semja við þau fyrirtæki sérstaklega eða fara í samning á grundvelli þessara reglna. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hvað varðar spurningu bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar þá eiga þessar reglur við öll fyrirtæki, veitufyrirtæki. Þannig að það bara verið að semja reglur lagnir í landi Akureyrarbæjar, almennt. Þó að þurfi svo að gera sérstakan samning við Norðurorku vegna samnings fráveituna. Það annað. En þetta sést eftir því sem ég best veit á við öll veitufyrirtæki.
samþykkt með 10 hlutum atkvæðum